Við ætlum að halda áfram að dunda okkur eitthvað hérna í verkefni 2, svona tiltölulega skipulega en líka frekar óskipulega. Við ætlum að halda áfram með það sem við vorum að gera í seinasta tíma, þannig að við rifjum það upp saman. Við vorum komið með einhverja leið til að keyra Node núna í einhverju svona watch mode. Við vorum með eitthvað env skrá sem er til þess að við getum sett upp gagnagrunn, en við ætlum líka að vera með einhverja leið núna til að keyra eitthvað smá svona setup skriptu sem býr til gagnagrunn fyrir okkur. Af því að núna ef við setjum þetta upp, þá þurfum við einhvern veginn að keyra þetta sem við vorum að gera með því að fara hérna eitthvað í PSQL og keyra eitthvað á móti hérna og keyra bara eitthvað create table hérna. Við viljum ekki gera það, við viljum í raun gera það bara einhvern veginn gegnum eitthvað setup ferðlega, því að við þurfum síðan að gera það í hérna á þessum vefþjónum sem við erum að fara að keyra þetta á, þó svo að það sé alltaf líka eitthvað smá sko. Þannig að þá getum við keyrt hérna og þá getum við búið til eitthvað svona source setup.js og haft hérna einhvern kóða sem að keyrir inn einhver gögn úr einhverjum skrám, keyrir einhvern kóða sem að myndi hugsanlega lesa upp úr JSON möppunni eða þú veist þeim gögnum ef við værum með þeim, eða þá bara við búum þetta til í höndunum sjálf. Við getum bara copy-paste þetta inn ef við viljum ekki vera að forrita þetta. Það sem ég ætla að gera hérna er að fara bara í sýnilausnina á verkefni 2 frá því fyrra, því að ef maður á eitthvað til, af hverju að skrifa aftur? Maður getur bara tekið það, kopið það og laga það. Þannig að hérna er eitthvað svona tiltölulega einfalt forrit sem að les upp skrár sem að droppa töflum, búa það til og inserta síðan einhverjum gögnum. Síðan er líka eitthvað hérna sem að keyrir á móti og gerir svipað og við erum að gera í verkefni 1, sem er þá að lesa upp úr einhverjum JSON skrám og setja þau gögn inn. Við ætlum bara að sleppa því, þannig að við ætlum bara að henda þessu og við ætlum í staðinn að vera bara með eitthvað svona create hérna og sleppa þá þessu hér og við ætlum eingöngu að gera eitthvað setup db from files hérna. Ok, en það sem er komið hérna er líka verið að vísa í eitthvað hérna sem að hérna við þurfum ég er að taka upp, já, sem er eitthvað svona hjálparföll sem að ég er búinn að hérna setja upp í þessu og finnst ágætt að nota. Þannig ég ætla aðeins að fara yfir það til þess að tala um í raun af hverju og hvernig við gerum þetta og hvað það er, þú veist, hvaða verkefni þetta er að leysa. En svona mín helsta filosófía þegar kemur að forritun er að við erum alltaf að manage eitthvað flækjustig. Við erum alltaf að reyna að gera þetta þannig að við skiljum hvað við erum að hugsa um, við getum útskýrt það á einfaldan hátt, við getum lesið það á einfaldan hátt og við getum einhvern veginn skipt þessu upp, hvort sem það er að skipta þessu upp í föll eða módula eða hérna brjóta verkefni upp á einhvern annan máta. Þú veist, þetta er bara hvernig ætlum við að gera verkefnin þannig að við skiljum hvað við erum að gera og við getum síðan komið aðeins seinna og vitið að þau virki. Og til þess að vita að þau virki þá er oft gott að prófa þau. Og þegar við erum að prófa verkefni þá þurfum við einhvern veginn að geta prófa helst kerfið í heild sinni og líka í einingum. Þannig að við vorum að skoða það í seinasta verkefni hvernig við getum skrifað próf fyrir svona litlar einingar, svona unit test. En síðan getum við líka farið að skoða hvernig við getum verið að mokka hluti og hvernig við getum til dæmis prófa það að hérna mokka það hvað gerist þegar ég reyna að lesa skrá sem er ekki til, eða ég reyna að lesa úr möppu sem er ekki til. Og þá ætlum ég aðeins smá tangent hérna í sýnilausnin sem ég setti inn fyrir verkefni 1.
þá eru test hérna þar sem að verið að nota mock í gegnum testing frameworkið eða testing, veit ég hvað maður kalla testing virknina í Node þar sem að ég hérna að segja nú ætla ég að taka yfir ég ætla að mokka út hérna fyrir Node FS Promises pakkan þannig að ef að það er beðið að fá stat-fallið þá ætla ég að ef að directorið heitir nákvæmlega exists þá ætla ég að skila einhverjum ákveðnum gögnum annars ætla ég að skila í raun end sem bara ekki does not exist exceptioni og þannig get ég prófað ákveðin kóða undir kontrolleruðum í samhengi sem ég bý til. Þannig ef að það er kallað eitthvað af þessum hérna föllum í þessum testum sem fylgja, þá eru það þessar hérna útfærslur, ekki útfærslunar sem eru í Node. Þannig að ég get ákveðið hvenær eitthvað er skilað og prófa þá að kóðinn minn sem notar þetta meðhöndli það rétt. Þannig ég get sagt hérna, ef að það er kallað hérna í dir exists á einhverja möppu sem heitir exists, þá vil ég að það skili true. En í staðinn fyrir að þurfa að búa til í skráarkerfinu að þetta sé til, þá er þannig að þegar það er kallað þetta hérna, þá er farið í mockið hér sem fer í þetta hérna og skilar okkur is directory true og þá getum við testa það. Og þá samanskapið þegar við erum að testa gagnagrunn, viljum við testa gagnagrunnsvirkninu okkar þannig að við séum í raun að búa til testgagnagrunn og fylla hann af testgögnum og síðan að keyra eitthvað kóða. Já, í einhverjum tilfellum væri það mjög gott, þá er það kallað svona end-to-end test. En í einhverjum tilfellum gætum við líka vilja bara prófa að ef að gagnagrunnurinn okkar kastar 500 villu út af því að hann er allt í einu að keyra á diskurinn sem að geimi gögnin er corrupted og hann er komin í eitthvað corrupted ástand. Hvernig á ég að geta, búið það til? Ég er ekki að fara að skemma eitthvað. En ég get vitað að ef að það gerist, þá mun svona villa koma upp þegar ég kalli þetta hérna og þá get ég búið til test sem að prófar það að forritið mitt meðhöndli það rétt án þess í raun að búa til þá raunverulegur aðstæður. Þannig að mockið er að búa til eitthvað fyrir okkur þar sem við erum að búa til svona mokkaðar aðstæður þar sem við erum að svona prófa kóðan okkar á móti mokki. Þetta er aldrei raunverulegar aðstæður en samt sem aður nægilega raunverulegar til þess að við svona vitum hvernig hann muni meðhöndla það. Þannig að við erum með þetta hérna og partur af þessu sem ég er að kalla hérna er eitthvað sem að hjálpar okkur við að lesa upp úr þessu. Þannig að þá er hérna þetta environment að þetta er leið til þess að taka það verkefni að lesa eitthvað úr þessu environmenti og setja það í vel skilgreinda virkni hérna sem er þetta að prófa. Og það sem við ætlum að lesa úr environmentinu er í rauninni þessi connection strengur sem fer inn í gagnagrunnin. En ef að ég er eingöngu að segja bara connection strengurinn er eins og við vorum með hérna í þessu hér. Þessu hérna. Svona. Að hvað gerist ef að connection strengurinn hérna er undefined? Jú, ok, við köstum þessu hérna og við hættum í forritinu. Ok. Á ég þá allstaðar þar sem ég ætla að sækja einhverjar svona upplýsingar úr environmentinu að vera með einhverja svona virkni. Eða, eins og er hérna í þessu, ætla að taka þetta bara og segja hér er allt sem ég get verið að lesa úr þessu environmenti mínu og hér er ég bara búin að passa upp á að það sé allt rétt og það er bara rétt tæpað og það kemur og er bara á réttu formi. Þannig að hérna eitthvað session secret sem að þarf fyrir notendameðhöndlunum sem var í þessu verkefni. Að gagnagrunnsstrengurinn sé tilbúinn og hann sé skilgreindur og hann sé ekki tómistrengurinn og að port sem við þurfum í hérna hýsingunni að port sé tala sem að er já, bara tala, bara heiltala hérna og ef ekki að þá fara hann yfir í eitthvað default port sem við erum að skilgreina hérna sem eitthvað 3000. Þannig að þá getið ef ég tek þetta bara hérna þegar og ég seti þetta hér
og vistum þetta og lesum hitt þarna eftir. Þá fæ ég núna þetta hérna og þá þegar ég nota þetta þá sendi ég bara eitthvað hérna, ég fæ eitthvað env og ef að það er sjá, getum við þurfum að gera hérna svona pikki upp típunar. Nei. Þannig að núna fæ ég annarkvort environment eða ég fæ null. Þannig að ef ég fæ environment null sem að kemur þá hérna, að þá veit ég að það er eitthvað vitlaust við hvað þannig það er sett upp. En ef að það er ekki null, þá veit ég að það er rétt og ég þarf ekkert að spá í því meira. Þá veit ég bara að þegar ég kalla hérna í connection string, þá er það strengur sem eru á réttu formi. Það þarf ekki að hafa ágjörð að því. Þannig að boundary eða les úr environmentinu er bara á einum stað. Tengist inn í þessu try-cut sem við erum að tala um hérna fyrir 2 vikum. Sama síðan fyrir það að skrifa test fyrir þetta, þar sem ég get sagt hérna, já ok, ef það er ekkert environment, þá vill ég að það sé kallað í loggarinn minn, sem við skoðum þessu eftir, það að það sé látið vita að það sé eitthvað í ólagi. Og ég vill að ef ég sendi þetta inn með í raun tóma environmentið, að þá á það að vera null. Já. Hvað á database URL eða benda á? Það bendir í raun og veru á hvað á database URL að benda. Það bendir ekki á skrá, það bendir á slóð á Postgres gagnangurinn. Og það sem að þetta er í raun, segir bara Postgres protokollin, það nota bara URL structure. Hérna væri þá username, hérna væri password, hérna væri serverinn, hérna væri portið og hérna væri síðan slóðun á gagnangrunninn. Það eru aðra leiðir að þessu. Þú getur sett hérna pg username sem væri þá username og pg password og það væri password. Nema það er bara svolítið mikið sem maður þarf að bæta hérna inn. En það sem að gerist er í raun bara þegar við búum til tengingu við gagnagrunninn, þá þurfum við að hafa í raun hvað er gagnagrunninn og hvaða notandi kemst inn í hann. Það getur verið connection string eða það getur verið þessar sérstöku breytir hérna. Ég geti sendt inn user, database, password, port og host. Hvernig býr maður til hennan gagnagrunn? Þá þarftu að vera búin að setja Postgres á tölvunni og það er hérna inn á Postgres og þá downloadum við hérna fyrir stýrikerfi og þegar það er komið þá ætti að vera komið upp að ég geti sagt hérna nei, þetta er ekki þetta er svona að ég er með PSQL forritið keyrandi hérna að þá get ég tengst gagnagrunnum en svo get ég líka gert create db eins og vorum að gera við gerum þetta aðeins í seinustu viku og já, ég setti það fyrir sem verkefni ykkar að gera þetta ykkur vélum og ég get gert hérna create db einhver test db og þá verður hann til í raun núna á vélinni minni og ég get farið hérna bara í þessu PSQL einhver test db og þá er ég búinn að tengjast honum og þá get ég keyrt hérna einhverja create skipun eins og þessa sem við vorum með hérna og ég er búinn að búa til töflu inn í gagnagrunnum og allt að keyrast á vélinni minni. Þannig ég glemdi að spyrja því, hversu mörg ykkar eru búin að setja upp Postgres eins og við tölum í seinasta tíma? Og hvernig gekk? Tókstu ykkur að gera það sem ég var að gera í seinasta tíma? Ok. Og það er bara, ef það er ekki komið, þá er bara að fara inn, setja upp, hvort sem það er í gegnum, bara fara inn á Postgres hérna og downloada þessu, eða nota eitthvað package manager eins og Node og eins og við tölum í fyrstu 2 tímanum. En það þarf að setja þetta upp þannig að þið séu í raun með þetta keyrandi og þá getið þið búið til gagnagrunninn og farið að eiga við það. Svo er hérna við ætlum þess að fikk í og gera sýnilausnina mína, þannig að ég setti upp hérna og var að prófa þetta og
og ég fór, þú veist, var búinn að setja inn allar spurningarnar og öll svörin og þá fannst mér óþægilegt að vera að nota þetta í command line tólinu því að svona mikið af gögnum verður bara einhver chaos þegar það kemur út. Þannig að ég er að nota hérna PG Admin sem er open source tól sem ég get nota til þess að tengjast við gagnagrunna, bæði hjá mér og einhverstaðar annars staðar. Þannig að hérna er ég með localhost hjá mér og ég er bara með gommu á einhverjum gagnagrunnum en til dæmis ef ég væri núna með einhvern annan server, til dæmis hjá Render sem ég ætla að skoða eftir, að þá get ég tengst hérna og sett inn hvar er hann og hvernig tengist ég. Þannig að hérna er einhver tengistrengur sem ég þarf að setja inn til þess að geta tengst þá einhverjum gagnagrunni út í heimi. En ef ég er bara með þetta hérna á minni vél, þá get ég farið núna hérna og gert hér og hér fæ ég þá einhver test DB, getum kannski stækka þetta líka aðeins. Þá get ég farið hérna í schemas, public, tables og þá er ég komin hérna með categories töfluna og þá get ég farið hérna, ég get sagt view, edit data og þá get ég séð að það er ekkert inn í þessu en ég get farið hérna og ég get gert insert, þá fæ ég það sem þarf til þess að inserta, ég ætla að segja hérna foo hvað var það, get date, nei, hvað, ég man aldrei hvað þetta heitir. Nei, við getum sleppt í, af því að við setjum default að það og ég get keyrt þetta, þá inserta ég í gögnum og þá get ég fara aftur hérna view, edit, all rows og þá get ég séð núna að ég er komið með einhver gögn hérna inn. Alveg eins og ég geti farið núna hérna og gert select stjarna from categories og fengið þessi gögn. Hvað hefði gerst að setja eitthvað í timestamp? Sem væri ólöglegt. Nei, það er það er hluti af skilgreiningunni. Nei, úps. Þannig að ég myndi gera hérna og hvað? Setja eitthvað gildi þar sem að þú gerir greið. Já, sko, ef það er lögleg format á dagsetningu, þá myndi það bara vera sett inn. En ef ekki, hvað ætli gerist þá? Eins og ef ég set 1, ég veit ekki, það getur reyndar, ef ég set svona. Hvað ætli það gerist? Skipunin félag. Invalid input syntax for type timestamp with timezone. Ok, þá getum við sagt 1, nei, þetta má ekki vera integer. Þannig að þá þurfum við að setja inn hérna, þú veist, ég veit ekki hvort að þetta sé nóg að þetta sé, já, þannig að þetta er í lagi, ISO 8601, já, dagsetning er í lagi. En núna, að þegar við sögðum þegar við byggum til töfluna að name ætti að vera unique, þá má ég ekki vera með aðra færslu sem er með sama nafn sem er foo. Þannig að ég geti sagt foo bar, þá er þetta í lagi. Þá núna ef ég fer og skoða gögnin, þá sé ég að foo bar færslan mín hérna er í raun bara búin til 1. janúar á miðnætti UTC, ekki nein millisekund, þetta er bara nákvæmlega á miðnætti. En þarna er í raun mikilvægi þess að skilgreina rétta típur á gögnin. Af því að ef þetta var allt text, þá get ég bara sett hvað sem er, hvenær sem er. En ég vill að þessi dagsetning, þá skilgreina þessi dagsetningu og þá er svona, þá er gagnagrunninn svona last line of defense í því að ég setji inn gögn á réttu formi. Ég kom inn alveg wildly í burtu frá því sem ég ætlaði að gera sem að var að byrja að gera þessi form. Svona erum við, svona er ég. Þið eru saklaus í þessu, þetta er alltaf mig. Já, ég ætla að klára að fara í gegnum þetta hérna og þá hérna er eitthvað svona database. Þá ef ég fer hérna, það er líka sýningur að ein leið er að skoða bara sýnilausinnar frá því fyrra.
Og hérna sem sagt verið að nota klassa í JavaScript. Og klassar í JavaScript bara geta hagað sér eins og í Java að því leyti að þetta hjúpar einhverjar aðferðir og einhver gögn. Þannig við getum sent hérna inn í constructorinn connection strengin sem þá gagnið sem við setjum inn sem þá tengingin okkar og einhver logger og út frá því get ég síðan kallað í einhverjar aðgerðir sem allir tengjast við og þá notar hann hérna connection strengin til þess að búa til connection pool og connection pool og svo fara hann djúpt í það að búin til hópur af tengingum sem í boði og svo þegar það beðið að gera einhverja tengingu við gagnagrunnin þá athugað til tenging í connection poolinu þá gefin tenging, ef ekki þá beðið þangað til að það laus tenging og þannig pössum upp á að það sé ekki hægt að senda og opna milljón tengingar við gagnagrunnin. Það alltaf bara eitthvað hámark sem tengt, sem stýrt með þessu connection pooli. Og þá getum við sett einhverja villumeðhöndlun hérna og eitthvað til þess að loka þessu hérna og hérna verið að hugsa villumeðhöndlun að loka þessu allir réttu og eitthvað svona. Þannig þið getur tekið þetta og nota þetta sem grunn eða þið getur bara haldið áfram að skrifa bara mjög einfaldar queryur eins og við erum í dæmonum sem meira svona niðurnjörfið á tengingu við gagnagrunnin eins og ég sýndi ykkur í seinustu viku. En kostur við það að vera hérna með einhver svona með þetta saman í einhverju svona klasa að við getum haft hérna einhver svona sértæk aðgerð sem á að sækja úr einhverju ákveðinni töflu og þá hún að sækja úr einhverju ákveðinni töflu með því að keyra einhverja query með því að nota bara þetta almenna queryfall sem við vorum að nota þessi seinustu tíma en síðan að gera eitthvað við þessi gögn og að varpa þeim yfir síðan í einhverja þekkta gagnategund sem þá hérna að þetta hérna fall muni bara sækja öll liðin í þessu tilfelli úr gagnagrunnum og skila þeim. Ef það kemur villa, þá skilar það bara null og þá vitum við að eitthvað kom upp á og við fengum ekki þessi lið. En við getum tekið þetta hérna líka til þess að hérna hvað þetta bara eitthvað DB client hérna og hendum út hérna á hverjum parti af þessu sem á við verkefni frá því fyrra. Ok. Svo hérna, hér höfum við síðan test sem að prófa í raun hvað gerist ef að það eru villur í gagnagrunnum við að búa til tengingar eða opna tengingar. Svo hérna eitthvað svona verið að mokka þetta, þannig að þessi test hér eru aðalega til þess að prófa fail caseið á því hvað gerist ef eitthvað bilað við það tengist um gagnagrunnum. Það oft á tíðum erfitt að gera það í raunveruleikanum. Svo að lokum þá einhver logger hérna og hann bara mjög einfaldur. Hann í raun bara búa til eitthvað sem að skilar okkur á einhver tímapunkti eitthvað í einhver logg. Hérna skrifar þetta bara út í console en í næstu viku ætlum við að skoða eins hvaða svona logging library getum við notað til að gera eins öðruvísi hluti til þess að geyma þetta á einhverjum þjónustum eða skrifa þetta á einhvern ákveðin hátt og í einhverjar ákveðnar skrár. Þannig að við setjum þetta svona og núna þarf að reloada hérna þegar það bættist við, hún ekki að pikka upp típunar og þá ætlum við að segja hérna client, þá erum við komið eitthvað hérna og þá þetta að keyra og þá erum við hérna með þetta skema okkar og nú ætlum við að móta að segja hérna drop.sql sem segir bara drop table public categories og svo ætlum við með eitthvað hérna sem heitir insert og svo ætlum við að segja insert into categories við vorum með þetta hérna
bara svona og við ætlum að segja CSS í áskrift svona. Ok, stopp nú. Þá get ég keyrt núna hérna npm run setup og þá fæ ég villur núna frá hérna environment-dótinu mínu sem að segja að herri, það ekkert database url, það ekkert session secret, þannig að við fyrir aftur hérna í þetta og við ætlum ekki að vera með þetta session secret, það á ekki við, tökum það út. Svona, þá erum við búin að taka það út og svo hitt var villa það að það vantaði n-file, þannig ég ætla að segja hérna svona, ok. Þá erum við hvort yfir database url must be defined as a string. Einmitt. Þetta vorum við að gera þannig að hérna ætli þetta vera að koma rétt inn nei, sorry, þetta sko svona, sjáum hvað það undefined, vissulega já, gerði ekki nákvæmlega sem við vilja senast. Það þarf að vera á undan skránni, svona. Þannig nú kemur hér og ég er að tengjast vitlausum gagnagrunni. Alveg að komast gegnum þetta. Einhver test-DB, náttúrulega hann bara, hann hérna svona. Þannig að núna keyrum við gegnum þetta hér. Hún droppar skemanu, hún býtir skemað aftur, hún insertar gögnunum og hún er búin. Þannig að núna ef að ég væri búinn að skilgreina alveg hérna allt fyrir hérna spurningarnar mínar og fyrir svörin. Ég væri búinn að setja inn hérna í raun hvernig þau að líta út líka. Ég geti búið bara til insert hérna questions og ég geti bara tekið út úr JSON-skránum. Það er ekki að vera flóknara en það. Þá get ég keyrt þetta og select stjarna from categories hér. Þá fæ ég þessi 3 gildi. Ég geri insert hérna, eitthvað, SEO og svo ger ég aftur select, þá séum við, það er hérna, svo ker ég aftur setupið mitt og þá er ég að droppa öllu og þá fæ ég, þú veist, þannig að ég er í raun komið með leið til þess að fá gagnagrunninn minn alltaf á eitthvað þekkt, einhverja þekkta stöðu með einhverjum þekktum gögnum. Ok, þannig að þá er þetta komið og þetta þurftum við að gera sem við getum síðan farið yfir að skoða hérna, setja upp í hýsingu. Af því að þá þurfum við einhvern veginn að setja inn þessi grunngögn í byrjuninni. En núna getum við byrjað á því sem ég ætlaði að gera áðan, sem er að setja upp einhverja leið til þess að setja inn gögnin. Eitthvað annað sem að þið hafið stoppað við hérna, nú er ég búinn að vera fastur í mínum eigin heimi núna í nokkrar mínútur. Gott að koma upp og en þú veist, þetta er þú veist, þessar skrár hérna sem ég er að búa til. Við munum tala aðeins meira það af hverju, en bara þú veist í gegnum þetta. En þið þurfið ekki að gera þetta svona. Þið getið hort á þetta og þið getið lesið þetta og séð hvort að þið skiljið hvað að vera þarna. En í grunninn ástæðan fyrir því að þetta er svona er út af því að ef við erum með þetta hérna, við erum að taka við þessu sem við erum að fara að nota eins og þessum logger eða þessum connection string hérna. Það gerir það auðveldara að testa kóðan okkar. Að setja hann upp þannig að hann er auðveldara að testa hann. Og þetta hérna pattern heitir dependency injection
sem þýðir í staðinn fyrir það að við séum einhvers staðar inn í einhverju eins og hérna er ég að kalla new á einhverju. Það er mjög erfitt að testa þetta af því að ég get ekki fjarlægt þetta, ég get ekki keyrt test sem býr bara til tengingu við einhvern gagnagrunn. Þannig að þarna ég get ekki leyst það, ég get gert það með mokki, en til dæmis ef ég væri með hérna connection string jafnt og process.env connection eða database URL eða connection string eitthvað svona, þá get ég get aldrei ekki gert þetta ef að þessi kóði inn í þessari línu. Ég get aldrei prófað að gera þetta einhvern veginn öðruvísi eða senda eitthvað annað gildi af því að ég bókstaflega búinn að setja það að lesa þetta úr nákvæmlega þessu inn í þetta hérna fall. Þannig ef ég ætla að prófa þetta hérna, þá þurfti ég einhvern veginn að fara að hugsa það hvernig á ég komast í þetta hérna og breyta þessu. En lausnin á því oft að taka þessa hluti og færa það bara upp. Þetta er svo, ég hardkóða einhvern streng og ég hardkóða hann einhvers staðar inn í fallinu mínu, en ef ég hardkóða hann bara einhvers staðar fyrir ofan fallið mitt, eins og hérna, þá ég búinn að segja hérna explicitly, þetta einhver fasti sem ég að vinna með. Og ég ekki búinn að hardkóða 100 einhvers staðar inn í einhverja forlúpu á einhverjum handahófskenndu stað. Ég búinn að gera explicit hvað ég að gera. Og það sama hérna, ég að segja, ég þarf eitthvað connection string, þá bið ég hann. Ég ekki að skaffa mér hann eða finna hann eða draga hann út úr einhverju inn í forritinu mínu. Ég bara segja, ég þarf eitthvað hérna, ég þarf connection string. Ég geti sagt líka hérna, ég þarf þetta max games. Þá get ég sagt bara hérna, max games. Og þá ég að fjarlægja eitthvað sem fasti og geri það einhverju sem ég get konfigað með því að senda það inn í forritið. Ég ætla að senda okkur svona pælingar þetta dependency injection þessa pælingu, greinar eða grein það sem að geti hjálpað. En svo ætla ég að nota síðan í öðru verkefni, ætla ég að nota í næsta verkefni 3, sem heitir Nest.js. Nú ég aftur komin á eitthvað tangent, það er stoppað mig. Og þetta hérna er til þess að búa til bara bakenda í Node.js, en byggir í raun í grunninn á dependency injection og svona modularity og type safety. Þannig að type safety sem við erum aðeins búin að skauta yfir, en hérna, það með TypeScript. Þannig að við bara búin að skoða það. Við ætlum að skoða nánar í samhengi við þetta. Dependency injection, og það hérna elevate testability with a sophisticated dependency injection system, og svo modularity sem við munum aðeins sjá líka. Við búum til marga modula og svo tengjum við það saman og segjum, hey, hér modulum minn sem tala gagnagrunninn, hey, hér modulum minn sem sér auðkynningu á notendum, hey, hér modulum minn sem sér validation, og svo púslum við þessu öllu saman og fáum mér forrit sem að mjög vel sett upp og mjög læsilegt og mjög gott að reka og forriti. Það ekki einu með hérna eitthvað þetta nánar. Nei, heyrðu. Ekkert net, þannig þetta. Já, þetta of svona fundamentals og þetta aðeins of hérna djúpt. Þannig að það eru aðrar annað tengt þessu sem að hérna ég sendi okkur. Allavega. Ég var að fara að setja upp form og hérna taka við og búa til flokka núna. Er eitthvað annað sem að vil takast á við? Ég held ég þurfa að taka pásu. Ég alveg bara, hausinn á mér komin á eitthvað flug hérna og ég þarf að kjarna mig áður en við tökum núna eitthvað svona meira tengt námsefninu áður en við hérna í seinasta fyrirlesturinn. Tökum okkur pásu og byrjum aftur 16:40.